Skoðum aðeins söguna og setjum hann í samhengi. Sígarettur voru markaðssettar á árunum eftir seinna stríð. Þær voru kynntar til sögunar sem tískuvara og gerðar að tákni hraustleika. Marlboro maðurinn var holdgervingur karlmennsku. Læknar mæltu með reykingum. Sömuleiðis tannlæknar. Þær voru jafnvel sagðar megrandi. En Marlboro maðurinn hélt ekki kúlinu lengi. Einn þeirra sem lék hann lést rétt 50 úr lungnakrabbameini. Þó að rannsóknir sýndu að sígarettur væri lífshættulegar, tók það hálfa öld að afsanna falskar fullyrðingar tóbaksframleiðenda hið gagnstæða. Enn til fólk sem reykir, þrátt fyrir að vita að sígarettur drepa bæði þann sem reykir og þá sem standa hjá. Það reykir, þrátt fyrir að vita að reykingar valdi bæði hrukkum og getuleysi. Því þegar þú byrjar, þá getur verið mjög erfitt að hætta. Í dag eru rafsígarettur markaðssettar á sama hátt og sígarettur fyrir hálfri öld. Auglýsingarnar sýna bæði glæsilegar konur og karla reykja rafsígarettur og fræga fólkið fengið til að auglýsa rafsígarettur til að skapa rétta ímynd. Skilaboðin eru þau að þér muni líða betur með þig ef þú reykir þær. Rafsígarettur eru jafnvel markaðssettar fyrir börn. Hlaupkúlur og litríkur brjóstsýkur ekki beinlínis það sem fullorðnir kjósa helst. Þeir sem hagnast á sölunni vita sínu viti. Því fyrr sem fólk byrjar að fikta við rafsígarettur sem innihalda nikótín, því líklegra að það ánetjist því. Sérstaklega fyrir 20 ára aldur, áður en heilinn fullþroskaður.